Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Við ætlum að ræða skipulagsmál næstu mínútur. Það nú heilmikið spáð og spekulerað húsnæðismálin hérna, umferðina, þéttingu byggðar og fleira. Og hingað komin til mín ágætur gestur, Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Vertu velkominn. Takk fyrir. Þú ert varaborgarfulltrúi Flokksfólksins, fyrsti varaborgarfulltrúi Flokksfólksins og situr meðal annars í umhverfis- og skipulagsráði. Já, það rétt. Og þú hefur svona opinberu vettvangi verið að láta til þín taka í hérna með greinarskrifum og við ætlum að byrja á því allavega að ræða þéttingu byggðar. Okay. Finnst þér sem svona eins og ég upplifið að þegar maður heyriði af stórtækum áformum fyrir einhverjum x árum þéttingu byggðar þá hékk þetta mjög mikið saman við borgarlínuna, umhverfisvænar samgöngur og þetta var svona kynnt að miklu leyti sem umhverfismál. Síðan hafa komið fram alls konar ágallar og mikil umræða verið svona sitt hvað sem hefði geta farið betur. Höfum við gengið á langt í þéttingu byggðar vegna einhverjar svona framsýnar, einhverjar undir yfirskinni sviðsmyndar hérna skilvirt og umhverfisvænt pláss var aldrei innistæða kannski fyrir sjálfum kjarna hugmyndarinnar, eða hvernig lítur á það? Jú, þétting byggða náttúrulega byggir á, eins og við vitum flest, að þetta byggir á því að nýta þá innviði sem að til staðar eru á hverjum stað fyrir sig. Það er mjög dýrt að byggja upp, að brjóta nýtt land og byggja upp frá grunni nýja innviði, vegagerði og bara allt sem því tilherir og skóla og slíkt. Þannig að auðvitað náttúrulega er þétting byggðar nauðsynleg. En það má kannski segja sem svo að þétting byggðar hér í Reykjavík hafi svolítið farið fram úr sér á köflum í rauninni. Ég vísa nú bara í grein sem ég skrifaði í Vísi daginn og að ég tók nú kannski aðeins sterkt til orða eða þannig, ég vildi meina það að hún hefði beðið ákveðið skipbrot á þörru landi svo þétting byggða sem við þekkjum í Reykjavík að vissu leyti. Hvenær hófst sá óheilla fasi að þínu mati? Hvenær byrjar þetta að ganga á langt? Sko, við getum talað svona 2 síðustu meiri hluta, cirka 2-3 kannski, að þá fer þetta á fullt. Og ég bara ítrekka það, ég ekki að tala niður þéttingu byggðar per se heldur vegna. Ég einungis að benda á að hún hefur í sumum tilvikum gengið aðeins svo langt að því leytinu til að margt af henni, það sem búið að byggja, dýrar íbúður kannski mjög miðsvæðis í borginni, hefðu kannski mátt bíða á meðan meiri áhersla hefði verið lögð á það að byggja upp ný hverfi með svona blandaðri byggð, sem að reyndar hefur verið gert líka á meðal hins, að til þess að koma betur til móts við þarfir markaðarins í rauninni. Það er ekki skortur á luxus íbúðum. Við erum ekki með tugi eða hundruður ríkra einstaklinga sem að eiga hvergi heima eða hvergi höfðu sína halla og er að bíða til að kaupa sér nokkur 100 milljón króna íbúð við höfnina. Það er ekki neyðar ástand þar sem að hefði þurft að bregðast við. Heldur akkurat í hina áttina þar sem að við erum með fyrstu kaupendur og fólk sem er að flytja í borgina. Ungt fólk sem er að flytja heiman meðal annars og utan á landi og allavegna. Að við höfum ekki alveg komið til móts við þarfir markaðins hvað þetta varðar. Og það sem við erum að gera núna í nýju samstarfi er það að leggja meiri áherslu til dæmis á 1000 íbúða í Úlfarsárdal, svo verður fara að stað með byggði í Keldnaholti sem dæmi. Þannig að það er svona verið að virkilega að pressa á það að koma til móts við fasteignamarkaðinn og þörfina í raunverulegu þörf
til þess að byggja upp húsnæði sem er á forsendum þarfarinnar en ekki kannski fegurðar dýrustu svæða miðsvæðis í Reykjavík. Því að málið það að þessi svæði ekkert að fara að hlaupa frá okkur. Við getum alltaf þétt byggð þar, hverjum sem en við þurfum að snúa svolítið ofan af þessari ofurþéttingu í bili. Auðvitað vera að þétta líka hverfis í Breiðholti og Grafarvogi og Hvar hefur orðið ofurþéttinga því þú notar sjálfur það orð? Sko, nú hafði til dæmis Valsheimilisreiturinn sem að menn þekkja, þar hefur verið gagnrýnt að þar hafi það sé mikið skuggavarp og svo framvegis. Ég ætla ekki að dæma það sjálfur, ég þekki engan sem að býr þar, ég hef ekki komið inn í íbúið þarna, þannig að ég ætla nú bara að vera alveg hlutlaus í því máli, en ofurþétting til dæmis það, þegar verið að byggja það nýtt húsnæði, það sem að vantar alveg, það mikið skuggavarp til dæmis. Þetta hefur áhrif á birtu gæði í íbúðum. Þar með áhrif á líðan? Já, ég meina sérstaklega í landi eins og Íslandi þar sem nú margir mánuðir á ári þar sem mikill skortur á birtu nú þegar. Þannig að það ekki ábætandi á fólk að skerða það birtuflæði enn frekar heldur en að náttúran reynilega sér sjálf. Og ekki allstað huga hljóðvist sem skildi? Hljóðvist sem dæmi. Nú að byggja til dæmis bara fjölbýlishús nánast bara í jaðri gangstéttna í rauninni. Þannig að það eru dæmi það. En það hefur verið gert áður. Við þekkjum það reynda bara sem dæmi úr öðrum borgum. Maður fer bara í Oslo eða aðrar höfuðborgir Norðurlandana eða hvar sem að þá byggt mjög þétt víða. En í Reykjavík, það eitthvað með Reykjavík, hún svolítið sér á báti í rauninni. Ekki bara veðurfræðilega sé, heldur líka kannski má segja að við erum svolítið bílaborg. Íslendingar eru bílaþjóð, þannig að við erum alveg í miklum erfiðleikum með bílinn, koma honum bara á milli staða og geyma hann einhver staðar. Líka hafa verið dæmi það hér hafa verið byggð upp hverfi þar sem gert nánast ekki, það ekki gert ráð fyrir nægjanlegum fjölda bílastæða. Já, það eina ástæða þess að það gengur illa að selja sumar nýjar íbúðir, segja verktakar. Já, það bara alveg, það staðan sem liggur á borðinu að það erfitt að selja íbúð þar sem að kannski, það nær varla einu bílastæði per íbúð. Þannig að, og þeir sem að það bent að við erum að vera að hjóla vænborg sem betur fer, því að ég alls ekki að tala niður almennir samgöngur, en það vill bara þannig til að margir þeirra sem eiga hjóla, þeir eiga líka bíl. Og þessum bíl vill fólk koma fyrir einhvers staðar og fólk fari að vel heimsóknir þar sem að fólk kemur á bíl. Það ekki mikið það menn hjóli kannski borgar hlutan á millaða kvöldi til að fara í matarboð eða heimsóknir, heilu fjölskyldunar. Þannig að það svona eitt faktor líka. En þannig að okkur í flokki fólksins, okkur hefur fundist verið að fara aðeins og skart af stað varðandi með þessi atriði eins og það. Nú þurfum við aðeins að vinda ofan af þeirri hugsun að útrýma bílnum, því bílum að fjölga. Auðvitað væri langbest og það væri besta heilsufars átak allra tíma ef við myndum bara hreinlega tyrfa yfir umferðargötur og láta fólk bara fara að ganga aftur á milli staða eins og við gerðum hér að öldum áður. Það gríðalegt heilsu átak fólkið í því, en það náttúrulega ekki að fara að gerast, þannig að við erum först með bílinn í fanginu inn í framtíðina. Maður velti líka aðeins fyrir sér að ef þú ætlar að breyta hegðun borgara og þú sem sagt ert að skipuleggja mál með nýjum hætti til þess að það verði minni bílaumferð, það verði umhverfisvænni samgöngumáti að við getum aukið hlutdeild okkar í almenningssamgöngum og svo framvegis. Þá skiptir náttúrulega miklu máli að framkvæmd þéttingarbyggðarinnar sé skynsamleg og góð. Þannig að eitt líka hugmyndin þéttingbyggðar og annað framkvæmd þessarar hugmyndar. Og það hefur svolítið borið á gagnrýni á það eins og þú hefur aðeins komið inn á núna að við höfum einmitt ekki verið að forgangsraða rétt.
Já, það er akkurat málið og og ég, sko, það sem ég reyndi að tala það líka í greininu minna á Vísi daginn að þétting byggðar, það hálfgerð svona, það má segja sér ákveðið fyrirbæri sem að þarf að gangi gegnum ákveðin þroska feril, eða hægt að segja sem svo. Að því lítum til að við náttúrulega þurfum eins og öll mannanna verk sem ekki fullkomin, að þá þurfum við líka að læra af þeim mistökum sem við höfum gert, eða allan að þurfa að skoða það sem að betur má fara varðandi þéttingu byggðar, þannig við myndum ákveð svona heildar samræmi með tilliti til alls sem að þarf að taka tillit til varðandi þéttingu byggðar sem náttúrulega samgöngumál og innviða strúktúr og allt það. Og ég held að sko það bara staðrindin, sko málið bara vandamálið í Reykjavík það. Við erum í miklum umferðarteppum hér og mér finnst bara sjálfum að þessar umferðarteppur séu farnar að lengjast í báðar áttir. Það var svona annað tíma náttúrulega langmest, en mér finnst svona að þetta verið að fara að teygja sig alveg bara nánast yfir svona daginn þveran og endi langan sem ekki skrítið í ljósi þess að þú bendir réttilega á bílum að fjölga, þrátt fyrir áformum annað. Við erum með þrengingar á sama tíma og skerta umferð, minna flæði umferðar á sömum svæðum sem áður voru opnari. Ég lendi því hér miðjan dag í gær að vera, held ég, hátt í 40 mínútur frá heilsugæslustöðinni á Seltjarnarnesi og hingað að Bólholtinu, sem setti inn bara viðtöl og miðbygg vinnudagsins í algjört uppnám, sko. Já, þá spurningin, hefur þú komist hraðar yfir og meira svona hefur þú komist yfir hraðar með strætó? Sennilega, en sko það hefur ekki verið svo tíð að þú hafir getað sparað þér tíma og sporin með því, en kannski það kannski við strætó náttúrulega stór auka umferð sína og þjónustu og kannski þarf maður bara að læra það nýja hlutverk upp og nýtt, en sko ég held að við séum flest sammála það eins og þú hefur aðeins komið inn á að það væri jákvæðara viðhorf gagnvart þéttingu íbúðar ef það hefði verið byggt meira af minni íbúðum fyrir barnafólk heldur en kannski lúxusíbúðir og svo óþarlega stórt húsnæði og svo koma þessir ágallar sem við höfum verið að nefna, eins og hljóðvistinn og skuggarnir og allt það. Skortur á bílastæðum. Þannig að framkvæmdin, ef þú ætlar að keyra á nýrri hugmyndafræði í göfugum tilgangi, þá skiptir miklu máli að framkvæmdin sé vel hefnuð. Já, þetta bara svo dýnamist fyrirbæri líka, það þarf að huga til svo margra þátta í þessu. Auðvitað geti það byggja falleg bryggjukverfi eins og tíðkast bara í öllum stærstu borgum í kringum okkur, að það ekkert að því í rauninni. Þetta hefur með svona ákveðna borgarmynd og borgarþróun að gera og alveg sjálfsagt að hafa möguleikan á því að fólk geti eignast bæði ódýrt og líka dýrt húsnæði í borg, þannig að en það sem ég benti á hérna áðan bara alltaf fyrst og fremst þetta að við þurfum svolítið að fara að huga að því hver staðan, hver þörfin og gott og vel með fallega falleg bryggjukverfi og fleira svona miðsvæði sem bara mjög fallegt og flott. En erum við að uppfylla þarfir markaðarins, erum við að koma til móts við íbúðavandann í borginni með þessu eins og og svarið við því held ég að sé nei, þessu öllum fullljóst orðið núna að það þarf og við erum eins og sagði áðan líka að vinda ofan af þessu með því hreinlega að fara að brjóta nýtt land undir byggð eins og í Úlfarsárdal og Keldnaholtið, þessum ofsalega falleg, ég hef séð það verið kynntar þar teikningar af nýju hverfi sem að ég bara segja eins og að það er virkilega falleg hönnun, það sem að það er komið svona miðbæjar stemming þar nær Grafvoginum og þannig að þetta verður rosalega fallegt hverfi og svona blönduð byggð og það er það sem við viljum sjá miklu meira af. Já. Þú segir í greininni sem þú hefur vitnað til að þéttingarstefnan hafi beðið ákveðið skipbrot.
Og nú eru þið í Flokki fólksins loksins í meirihluta Já. og þú heyrir í samstarfsfólkið þínu í meirihlutanum. Komin einhver svona nýr konsensus eða ný meðvitund eða komin einhver ný umræða á meðal allra eða flestra meirihlutaflokkana að þéttingin hafi ekki gengið sem skyldi, það hafi verið hnökrar á henni og það þurfi að víkja einhverju leyti af leið eða framkvæma þéttinguna betur. Einhver sjálfsgagnrýni inn í þessu meirihluta sem þú ert í núna á liðin verk fyrir tíð? Ég held að það sem það má kannski segja sem svo, og þá myndi ég vilja freka kannski ekki kannski mynd tala sjálfsgagnrýni þannig, heldur meira þetta að hafa lært af því sem gert Það bara ég ítreka það að hörðustu úrbanistar fyrri meirihluta voru með miklar hugsjónir og það góður hugur sem fylgir þarna að og allt það. En það sem ég ætla ekki að vera að endurtaka það sem ég sagði áðan, en það sem við erum að skoða og ég bara segja það hreint út að við erum öll svona að ég sé mikla breytingar á því í skipulaginu núna að nú miklu meira tillit tekið til hljóðvistar og birtu og skuggavarps þannig að það miklu meira, það svona við tökum þetta miklu fastari tökum heldur kannski var gert áður þegar hlaupið var að stað og það var farið bara þétta byggð og þétta og byggð eins og margir vita að hún svo þétt stundum miðsvæðis í borginni að það liggur við að fólk geti bara hreinlega heilsast á milli húsa gegnum gluggana eða svala. Það bara örfá, þetta það stutt á milli, sumstaðar, sjálfgæft reyndar, en það allavega sem svolítið óíslenskt, því það oft verið talað að Íslendingar ölumst upp í þenni landi að við viljum taka okkur smá pláss. Já, og Ísland náttúrulega, og stundum hefur maður ekki alveg skilið, við erum ekki í landskorti á Íslandi. Við erum það ekki. Við eigum gríðarlegt landsvæði til þess að byggja á, en það kannski annað með stærri borgir sem eru virkilega að glíma við mikinn skort á landrými til að byggja á, að þar verði byggðin eins þétt og hægt Þannig að, en svo líka á hinn veginn, að þá líka ákveðin svona takmörk fyrir því hversu langt upp á heiðar við getum farið að byggja borg. Það bara þannig að jarðfræði lega landsins að við erum svona jaðarsvæði, þetta mjög viðkvæmt, það eins og margir vita að þá kannski efst í Grafvogi eða hvar efstu byggðum, að þá ennþá kali í túnum með að fara að blómstra niður í miðbæ. Þannig að það má svo litlu muna í okkar heimshluta, okkar staðsetningu Íslandi, hvernig við getum byggt. Þannig að við erum svolítið bundin af því við höfum gríðarlegt pláss undir byggð. Nú á að fara að leggja Sundabraut, það alltaf fullu þar. Ertu jákvæður gagnvart henni? Ég mjög jákvæður gagnvart henni og það sem að mér finnst gagnvart varðandi Sundabrautina, að mér finnst hún hefði átt að byrja miklu fyrr. Og ég myndi vilja sjá byggð náttúrulega bara í Geldinganesi. Það náttúrulega bara þróunarsvæði sem eftir að sjá hvað gerist með það. Og auðvitað myndi eins og flestir, eðlilegast væri að það myndi rísa byggð með blönduðum iðnað eða eitthvað slíku. Og í framhald af því finnst mér og við í Flokki fólksins að við myndum vilja sjá byggðina bara halda áfram alveg upp á Kjalarnes. Þannig að Reykjavík yrði svona borgin við sundin sem yrði mjög fallegt að mínu mati og löngu tímabært þannig. Og þú myndi glaður greiða veggjöld? Ég myndi gera það, já. Algjörlega. Þegar við ræðum Sundabraut þá freistandi að ræða líka Reykjavíkurflugvöll. Já. Það alveg ótrúlega áhugavert hvað Reykjavíkurflugvöllur fær að vera þarna að mestuleyti óhreyfður í umræðinni og pólitískt þá virðist þetta vera mjög svona viðkvæmur biti að nefna. Hver ástæðin til Reykjavíkurflugvallar? Verður þessi flugvöllur að víkja í umræðu bara af því við erum að ræða skipulagsmál, við erum að ræða hvernig væri hægt að koma þeim betur fyrir, það myndi nú heldur betur létta á ýmsu og myndi gjörbreyta skipulagsmöguleikum. Ef að flugvöllurinn færi, þá myndi rísa hann að byggða náttúrulega. Það getur mögulega aukið ennþá meira á umferðarvandan miðsvæðis í borginni nema það er alltaf hverju byggð fylgja ákveðin fjöldi bíla
en ég ekki að tala það aldrei byggt hana, en vandamáli staðrindin í málunni varandi flugvöllin alltaf svo að flugvöllurinn þarna þangað til ekkert annað betra býðst. Það alltaf skoðun okkar í flokki fólksins og mín að og flugvöllurinn alltaf við þekkjum allir söguna með það að þetta hefur að gera með beina tengingu landsbyggðarinnar við borgina. Það geta bara sótt þjónustu og lent þetta, svo hefur þetta líka að gera með sjúkraflug og fleira. Við vitum líka að flughegðun Íslendinga hefur breyst og þetta hefur ekki sama vægi og það hafði ég bjóð 25 ára á Akureyri og ég get bara lýst í fyrir þér að kannski fyrstu 10-15 þá var þetta algjör svona lífæð. Svo var þetta eiginlega orðið þannig undir lokin að þetta voru megnis fólk sem ekki borgar sjálft flugfæri sitt heldur eða opinbera eða fólk á vegum atvinnulífsins sem var að fara í þessa ferði. Þetta náttúrulega kostnaðurinn við flug hérna innanlands er brjálæðislegur sko. Þannig að það eru líka einhverja svona þannig breytingar sem að telja inn í vægi vallarins. Algjörlega, náttúrulega það er ákveðin landsbyggðarstyrkur, það ekki fólk á rétt á einhvers konar flugstyrk. Jú, það eru einhverjar fáferðir sem niðurgreiddar. En meina þegar það náttúrulega dýrar að fljúga til Akureyrar eða Egilsstaða heldur að fljúga til London eða Kaupmannahafnar, að það náttúrulega það dýrt. Já, það var mjög ódýrt að fljúga fyrir einhverjum áratugum, þá var meira samkeppni tíma og þá hefði verið óhugsandi að bara fyrir mannesku sem bjó út á landi Akureyri að sjá fyrir sér Reykjavíkur flugvallarlausa höfuborg en það ýmislegt sem að hefur breyst. Já, en allavega við stöndum vörðum flugvöllin eins og staðum núna. Við bara verðum að horfast í augu við það. Svona liggur í þessu núna að flugvöllurinn þarna, það er ekkert annað stæði. Hvassahraun alltaf var í umræðinu mikið á þessum tíma eins og allir vita og þar voru meira þess að gerðar einhverja rannsóknir nánast liggur við eftir að gos hófust á svæðinu. Það var ennþá verið að koma einhverja rannsóknir og niðurstöður rannsókna það að mögulega gæti þessi staðsending bara henta mjög vel. Auðvitað er enginn að fara að byggja flugvöll á virku jarðhræringasvæði eða eldgosasvæði, þannig að það er nokkuð ljóst að flugvöllur voru líklega ekki byggður í Hvassahrauni, en það var að spurningi hvað eigum við að gera, hvar á innanlandsflugið að vera ef flugið færi úr Vatnsmýrinni. Gætu við haft bara innanlandsflugið í Keflavík með því að styrkja bara þá, vera með það bara lest á milli eða eitthvað, ég veit það ekki. Þetta er ákveðin fjarlægð á milli, svolítið langt á milli náttúrulega, þannig að ég segi það ekki fyrir mér heldur. Gæti hann verið á Lönguskerjum eins og kom upp einhvern tíman hugmynd sínum tíma? Ég veit það ekki, en allan við stöndum frammi fyrir þessum spurningum líklega hvar á hann að vera? Ef hann á ekki að vera þarna, hvar eigum við að hafa innanlandsflugið á sem hentugustum, örugustum og besta stað fyrir landsbyggð og borg. Og ég bara segi alveg eins og að ég veit það ekki eins og Það þarf að skoða þetta miklu betur og þetta er svona framtíðar músík sem að þarf að fara að spila síðar. Mér langar aðeins að víkja talinu að grein sem að Þórdís Lóa sem var forseti borgarstjórnar skrifar glæný grein. Hún ræðir offrambúð af dýrum lúxusíbúðum en skort á litlum og meðalstórum íbúðum. Já. Sem að margir þar með þú hafið verið að tala undanfarið. Og ég les það út úr grein Þórdísar Lóu sem jú borgarfulltrúi Viðreisnar að hún vilji auka miðlægt vald Reykjavíkurborgar sennilega á kostnað verktakaræðis. Hún að tala að það væri betra að taka upp fyrirkomulag þar sem ákveðni reitir yrðu fyrirfram gróf hannaðir, hvað varðar útlit og íbúastærðir og samræmi raunverulega eftirspurn, þannig verði uppbyggingir bæði markvissar og hagkvæmari. Og hún kannski sérstaklega að tala Ártúnshöfða og svona
ég les það kannski mest á milli línana að hún sé kannski í hópi þeirra og þeir eru fleiri núna sem hefur kannski fundist sem pólitískir fulltrúar hafi gefið frá sér aðeins og mikil völd til einkaaðila verktakaræðið sem að eins og það hefur verið kallað á svona. Er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að skoða? Sko, þessi grein alltaf sýnir kannski líka fyrst og fremst fram á það að við erum öll svolítið á svipuðu stað í rauninni varðandi það að við erum öll að skynja kall tímans varðandi húsnæðisstörf í borginni. Þannig að það er jákvætt og það er margt í grein. Ég reynda að teka það með ég á eftir að lesa greinina. Ég hljóp hingað í morgun og þess áðan og hérna ég hlakka til að lesa greinina, hann Þórdísar á eftir og ég veit að hún verður tekin fyrir þessi tillaga í borgarstjórn í dag. Við höfum rætt þetta innan meirihlutans auðlítið svona. Ágætt að minna á það að þessi upptaka er sem sagt á þriðjudagsmorgni á milli 11 og 12. Já. Og borgarstjórnarfundur klukkan 12. Já, einmitt. Og er þá að byrja eftir 7 mínútur. En allavega varðandi tillögu Þórdísar þá er sko það, ég skil hana alveg hvað hann er að fara. Og að vissu leyti má segja sem svo að verktakaræði hafi verið svolítið ríkjandi kannski í byggðaþróun, í uppbyggingu í borginni, en svo það er nú bara trendið í hinu vestanlega heimi að það sé þannig. Við erum ekki alveg í sovjaskum einhverju miðstýringu á útliti húsa, einhverjum stalinískum blokkum, samkvæmt einhverjum stöðluðu formum og svo framvegis. Þetta er nú ansi langt þangað. Ég veit það, ef við tökum íkt dæmi, en allavega það sem að hún er ekki að tala um það. Þetta er svona kannski meira svona útúrdúr að sjálfsögðu, en það sem ég er að benda á með svona íktum útúrdúr er það að hvar setjum við mörkin? Það eru mörk til staðar varðandi verktaka. Þeir þurfa að lúta ákveðnum reglum í sinni uppbyggingu og öll uppbyggingasvæði í borginni koma til umfjöllunar umhverfis- og skipulagsráðs og þá er verið að fjalla það eru fagmenn á sviðinu og við pólitíska hliðin erum líka að fara yfir svona hvort að það er teikningar sem að verktaka skili inn falli undir þær kröfur sem gerðar eru allslags hluti. Samanber borgarhönnunarstefnu sem að kemur inn á verklag og gæði og útlit og allt það. Þannig að þetta er ekki alveg vilt af vestrið, menn verktakar geta ekki bara gert hvað sem þeir vilja á sínum lóðum. Það er ekki þannig. En það, svo ég víkjum aftur að greinni, en það spurningin með að vera að forhanna hverfi, útlit húsa og allt það, þetta er alveg spurning og ég held að þetta við séum svona eiginlega fara svolítið. Við erum ekkert langt frá þessu í rauninni. Við erum að leggja núna nýr meirihluti, meiri áherslu á blandaða byggð í hverfum og með blandaðri byggðar náttúrulega það við samvinnu verkalýðsfélög og fleira og það var hugmynd meira sem það að vera með einhvers konar eitthvað svona þróunarfélag í samfloti með þeim þannig að og blönduð byggð er svolítið svona eðli málsins samkvæmt ákveðin forhönnun á hverfi fólkin í því að vera með félagslega blöndun byggðar. Já, hvað sem við ykkur Stalin þá held ég. Þú er ekki að líka þótt þessu lófi Stalin eða hún sín eitthvað á sovjíska hugmyndin, alls ekki. Ég nú bara að segja þessu brandara að ég held að það sé trú flestra að pólitísk kjörnir fulltrúar séu líklegri til þess að hafa almannahaga leiðarljósi í skipulagi heldur en ef þú framselur vald til verktaka í ómiklu mæli. Ég held að það sé bara goes without saying, þannig að kannski munum við læra það síðar að bakka aðeins með þá þróun sem hefur verið. Já, ég er alveg sammála því. Það er akkurat það sem ég myndi leggja í grein Þórdísar með það. Þetta er svona komið tími til að staldra við, skulum við segja. En ég ætla ekki að halda þér mikið lengur af því að eins og þú segir, þú þarft að fara á fund en þú bendir á í niðurlagi greinar þinnar að það séu þúsundir nýrra íbúða í nýjum hverfum og myndirðu segja að vera í bjart eða svart framöndan eða er svona bara hvernig sérðu fyrir það næstu misseri?
Það mjög bjart framöndan því ég heyri eins og myndist á áðan að þá þarf mér þótti að segja að ég heyri að það mikill vilji til þess að svona að staldra aðeins við, hugsa málin aðeins upp á nýtt. Það enginn að fara að yfirgefa þéttingu byggðar, heldur eru farnir að við viljum þétta byggð bara með skynsamlegri hætti, það sem tekið meiri svona tillit til aðstæðna hverju sinni. Það svona, og ég bara ítrekka það, ég held að þétting byggðar hafi gengið í gegnum ákveðin þroskaferil og við séum aðeins að innan gæsalappa svona fullorðnast meira í því hvað við ætlum að gera, hvernig við viljum stuðla að henni, haga þéttingunni og hvaða þætti við viljum leggja áherslu á með þéttingu byggðar. Að núna þurfum við að fara að brjóta nýtt land, við þurfum að fara að búa til ný hverfi, hvort að það verði einhver forhönnun á hverfum eins og talaðum í greininni, veit ég ekki, en ég held að þetta verði svona sambland af öllu þessu. En sem stendur þá munum við áframsitja föst í umferðinni og jafnvel bara teppurnar aukast og aukast. Sko það var alveg efni bara í annan þátt í rauninni, sko, því að ég held að bílavandinn í Reykjavík er bara hlutur sem þarf að fara að horfast í augu við mjög alvarlega. Við þurfum að taka mjög markvisst á því, við þurfum að fara að hugsa nýja leiðir bara varðandi bílastæðamál og hvernig við ætlum að auka flæði umferðar í borginni. Þetta kemur á snjallljósastýringu líka, ég minnast á það, nú var snjallljósastýring sett upp, það verið að því núna upp á Ártúnshöfða að setja upp fyrstu svona snjallstýrðu gönguljósin og þetta bara framtíðin að mínu mati, að það verði bara, og ég myndi vilja sjá þetta verkefni halda áfram markvisst út alla borg á öllum gönguljósum. Það reyndar annavarandi gönguljós og annað sem eru sannarlega að hefta stoppa umferð og allt það, eðlilega, fólk þarf að komast yfir. Ég persónulega hefði viljað sjá miklu meiri nýsköpun og svona meiri kannski þróunarvinnu varðandi hvert viljum við beina gangandi vegfarendum? Viljum við alltaf beina þeim þvers og kruss yfir umferðargötur, þungar umferðaræðar? Ég segi bara nei. Er ekki miklu betra að fá bara fleiri göngubrýr og fá undirgöng þar sem að því verður við komið vegna lagna náttúrulega og annara staðhátta. Þannig að ég myndi vilja sjá og líka varðandi í framtíðinni að þá verður talandi um gervigreind og annað að þá geti maður séð fyrir sér að allir umferði Reykjavík virði svona nánast stýrt bara miðlægt, það sem að væri bara hólfa skiptingar hér á umferðar bara hlutum, bara hverfum, það sem væri hægt að fylgjast með í rauntíma hvar álagið mest og þá þið bara stýringi samkvæmt því. Það náttúrulega framtíðin og það mun verða þannig, það er ekki spurning hvort heldur hvenar, þannig að en við erum að tala í árum og við eigum bara örfá á mánuði eftir að þessu kjörtímabili og ný hverfi rísa ekki á nokkrum mánuðum, heldur á nokkrum árum, þannig að hvort sem það verður við sem að höldum áfram með okkar vinnu núna eftir kosningarnir í vor sem að ég vona svo sannarlega að borgarbúar sjáu hag sinn fólkin í því að treysta okkur áfram fyrir okkur í flokki fólksins að koma okkar sjónarmiðum áfram. Þannig en hvað sem verður eftir kosningarnar að þá rísa hverfi á nokkrum árum og ég bara ítreka enn og aftur að það að verða breytingar í hugsun og bara í meðförum á þéttingar fyrirbærinu sem slíku og ég ítreka það að við verðum að taka miklu fastar á öllu sem varðar umferðarflæði í borginni og bílastæðavandanum. Ég sæi fyrir mig bara þetta að fara í ganga eitthvað svona nýsköpunar hugsjón eða hugsun varðandi bílastæðamál. Bara fyrir að sjá eitthvað nýja tegunda bílastæðahúsum sem að jafnvel varu bara einhverjum ódýrum, einhvers konar arkitektúr sem myndi falla vel inn í umhverfið, væri ódýr í byggingu, fljótlega að byggja, sem væri bara opið, engin upphitun, ekki neitt, það má blása í gegn, það vallaði fenni kannski kafsósum, en þetta væri bara ódýrar góðar lausnir sem að væri, og líka hef ég var að skoða hvernig það erlendis, að þá sumstað að tala um svona park and ride, það svona bílagerði, við nærri svona samgöngu miðstöðum þar sem að fólk getur nú mikil umferð bíla inn í borgina bara frá nærliggjandi sveitafjölugum, bara Selfoss og Hveragerði og Borgarnes og viða. Hvað með að fólk getur bara komið á bílunum sínu þaðan og lagt í einhvers konar bílagerðum nærri svona þessum borgarlínu eða almenningssamgöngu stoppustöðum og tekið síðan bara almenningssamgöngur áfram inn í borgina.
það þarf að finna alls konar lausnir. Hvað með að leggja eitthvað rampa upp á bílskúra eða slett þök eitthvað staðar í iðnaðarhverfum eða hvað. Mér finnst við ættum að verða miklu frjórri varðandi bílastæðamál í borginni og ég myndi vilja sjá bara hreinlega miklu svona, hvað segir maður, svona miklu meira svona meiri skapandi umræðu hvað ætlum við að gera. Þetta er búið að vera svolítið polarisera, svart og hvít, annarkvort þetta bara í strætó eða þú ert á hjóli eða bíl. Þannig að þetta þú getur verið sko á hjóli og strætó og bíl og allavega. Við hvað vinnurðu og hvar svona hlustendum og áhorfendum til upplýsingar? Hvar vinn ég? Hvað starfi gegnirðu þegar þú, hver er atvinnaðinn? Já, herðu, ég vinn sem kerfisfræðingur í stjórnarráðunum. Já. Og er þar í hlutastarfi núna með störfum minni fyrir borgina. Já, skiptir 50-50 eitthvað slags. Já, cirka. Og þannig að ég var það má líka koma fram að ég var hjá Reykjavíkurborg í 19 ár, starfaði þar sem kerfisfræðingur og var þar á meðal því 10 ár í ráðhúsi, svo 12 ár þar og þannig ég þekki svona borgarmálin bæði innan sem utan þannig. Og ekki ókunnugur mikilvægi tæknilausna? Alls ekki og það er líka eitt sem að mér finnst kannski vanta kannski meira inn í umræðuna. Það er bara framtíðin er fólkin í gervigreindar lausnum sem verkfæri. Sem verkfæri handa okkur til þess að stýra öllu því sem hægt er að stýra betur en gert er og það er meðal umferðarflæði, göngustýringum, ljósum og öðrum. Kannski náum við að gera sérstakann þátt það síðar eins og fleira sem við höfum komið inn á en þú ert orðin á seinna fundin og kæra þakki fyrir að koma hér að rauða borðinu Einar Sveinbjörn Guðmundsson, varaborgarfulltrúi Flokks fólksins. Gaman að fá þig og þá verður þátturinn ekki lengri hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við þökkum ykkur fyrir samfylgdina og verðum aftur í loftinu í beinni útsendingu klukkan 20 annað kvöld með fréttatíman okkar. Við minnum ykkur á það að ef þið hafið ekki enn komið í við en langar að styrkja okkur með mánaðarlegu framlagi sem er ekki hátt, aðeins 2750 krónur, hálfur hamborgari eins og við segjum stundum þegar miðað við verðið í miðborg Reykjavíkur. Þá gæti það haft mikið að segja fyrir okkar framtíð og gæti bætt dagskrárgerðina og aukið hana svo munar, plús það að veit ykkur kannski örlítið óbeint dagskrárgerðarvald í okkar vinnu. Ef þið mynduð fara inn á samstöðin.is, skrolla þar niður, finna hnappinn áskrift og haka þar við mánaðarlegt framlag aðeins 2750. Þið getið náttúrulega aukið framlagið en svona sem grunn áskrift. Við teljum að við búum til mikið af efni hér í hverju viku fyrir ykkur og þið ykkar sem eru aflögufær þið mættið hafa þetta í huga. En við segjum þetta gott í bili, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.